Já, komið sæl og loksins komist við í loftið. Hérna er 24 mínútur liðnar af þessum leik, æfingarleik Gígja og Grindavíkur í meistaraflokki kvenna. Tæknin er búin að vera stríð okkur af krafti hérna og það tók okkur þennan tíma að koma okkur í loftið, en það var leikmenn og þjálfarar og dómarar biðu ekkert eftir okkur. Örn Arnarsson heiti ég og verið velkomin hérna þar sem að staðan er 2-0 fyrir Skagakonur og ég verða viðurkenna, ég misti af því hver skoraði annamarkið, en ég mun reyna að komast að því von bráðar. En stór tíðindi, Unnur Ýr Haraldsdóttir kom Skagakonum yfir 1-0 áður en að 10 mínútur voru liðnar af leiknum og það er sannarlega gleðileg tíðindi. Eins og þið sjáu þessi útsending þar af leiðandi líka svona frekar einföld. Hér er færi og dauðafæri hjá Kæi, sýndist mér, sem skaut framhjá eftir að hafa brotið af sér, en kannski reyna að renna yfir hverjar er að spila, eru inn á fyrir Ía núna. Hún er í vörninni Jacqueline og Dagný Halldórsdóttir sýnist mér og Eva María Jónsdóttir úti hægra megin í bakverðinum, vinstra megin Sandra Ósk í bakverðinum. Síðan er það Védís Agla, Bryndís og Fríða á miðjunni, þetta er kunnulegt, og eins Sigrún Eva, og síðan er það Kaja og Unnur Ýr frammi, fremstu línunni. Sannarlega gaman að sjá, ekki dæmt hér. Þarna hefði mögulega verið dæmt brot. Markvörður hjá Ía. Að þessu sinni er hún heitir Elinóra. Smá flautukonsertið á okkur, en þetta er, já, þetta var erfið fæðing hjá okkur. Vonandi fyrirgefið okkur það. Við munum vona að tæknin stríð okkur ekki meir í dag, en það er stundum sumir hlutir er erfitt að ráða við, en (2-0) byrjar ágætlega. Skagakonur að sækja með smá vindi. Jú, þetta er smá vindur, ekkert meir en það. Litlar sem engar upplýsingar liðskipan Grindavíkur. Þær mættu seint til leiks hérna, mikil umferð úr höfuðborginni sem að tafði þær töluvert, og leikurinn sem hafði nú verið áætlaður klukkan korter yfir 6 meira segja, eða 5:30 segi ég, byrjaði ekki fyrir á slæginu 7. Það er Sandra upp í vinstra hornið. Það er Fríða nær þessu fyrir markið yfir á fjarstöngina. Unnur Ýr nær þarna boltanum, kemur hann út tilbaka á Bryndísi. Bryndís hótar skotinu, lyftur hann inn á teiginn. Kaja missir hann yfir sig. Fríða ætlar sér að skotið, nærði ekki, út á Söndru. Sandra nær skotin og skorar 3-0. Þetta var sleysalegt hjá Grindvíkingum. Grindvíski markmaðurinn hérna missti hann undir sig. Virkaði mátt lítið. Því miður erum við ekki með endursýningarnar klárar frekar en margt annað, frekar en grafík eða klukku. Óvanalegt, en óska byrjun hérna hjá Skagaliðinu. (3-0) hérna eftir 28 mínútur. Kemur langur bolti fram, Elinóra út úr teignum, hittir hann ekki og skotamarki, en það eru þarna 2 fyrir aftan, Eva María og Jacqueline. Hennar hreinsunin beint á Grindvíkinga, en
Fín barátta þarna. Védís vinnur boltann en missir hann síðan frá sér. Heldur áfram pressunni en Grindvíkingar ná að komast fram hjá þeirri pressu. Sigrún og var þetta niður. Grindvíkingalið leggst djúpt tilbaka. Sigrún missir hann undir sig hérna. Jacqueline leggur þeim ekkert á. Kemur boltinn frá Anitu. Já, Anita Sól þetta víst, ekki Dæni. Anita Sól þetta númer 5. Og hér það hornspyrna sem að Skagakonur eiga. Skagakonur kannski veit ekki hversu mikið að marka leikjaplanið eins og núna. Kemur boltinn yfir á fjær og siglir aftur fyrir. En samkvæmt ég nú að kíkja hérna á KSI.is og þar nú fyrsti leikur skráður 2. júlí. Ég gerir nú ráð fyrir að það sé ekki rétt. En það auðvitað að spila í inkasso-deildinni þetta sumarið. Það er fróðlegt að sjá hvort það munu eiga betra mót núna í ár heldur en í fyrra sem að voru náttúrulega í hatrammri botnbaráttu megnið af tímanum. En hér koma Grindvíkingar upp í hægra hornið, ná þessari fyrirgjöf. Eva skallar þetta frá. Grindavík á frákastið, leita skotinu, Sigrún lokar á það og fær síðan hjálp frá Bryndísi sem að hreinsar þetta á Kæju. Hún á Unni, fyrirgefið á Védísi sýndist mér og Unnur misti á þessari sendingu. Þessi bolti út af eða ekki, nei. Védís á Bryndísi hann upp í vinstra hornið á Kæju. Kemur hann tilbaka á Bryndísi. Sandra. Liggur ekkert á reyna að teima kannski Grindavíkurlið aðeins framan þessi sending alleit hjá Jacqueline. Sækja Grindvíkingar, Eva María. Anita var það, þá komast þar í skotfæri en beint á Elínoru sem hann nú að verja þetta. Frekar máttlust skot. Sandra, það er boltan hérna frá Elínoru. Grindavík búið að vinna boltan aftur en ná ekki að halda honum vel. Það á Bryndísi sem ætlaði nú að koma honum aftur á Kæju hérna. Unnur síðan pressar þetta út af. Spilna dæmd á Bryndísi. Já, það er ekkert lítið að marka KSI vefinn akkurat eins og
Það er eitthvað skringilegu stuði. Koma Grindvíkingar, sendingin inn að teiknum, Sandra tekur hann, missir hann frá sér og nær ekki að hreinsa. Kemur hérna skot, ger ég ráð fyrir hérna. Það töluvert langur færi en siglir framhjá. Spila, Elinor, spila bara Jackie strax henni, já. Kom með þetta, fín. Spila Skagakonur aftur slök sending frá Jackie. Kemur innkastið, Jackie á undan. Finnur Bryndísson og Sigrúnu. Sigrún tilbaka á Anítu, Aníta á Evu. Hún reynir sendingu upp í hornið en það er hreinsað upp í brekku. Örlítil rigning þarna. Ef einhver er að horfa þarna yfir í Vallarhúsi þá megið þið nú alveg hendast yfir með pappír til okkar. Ef einhver gæti sér sér fært að redda okkur með það. Annars Kalla sér á boltan úr Dali. kemur innkastið. Fríða missir hann frá sér. Svona vorbragur á þessu aðeins. Fyrsta snerting, svolítið að svíkja. Kemur Fríða, reyna að koma sér á teginn. Það eru þéttur múr Grindvíkinga. Hún er búin að vinna boltan aftur. Fríða. Fríða sterk, hérna kemur þessi inn á teginn á Kæju. Nær nú ekki að leggja nóg vel fyrir sig. Leitar að skotinu, finnur það ekki. Boltinn út til hægri á Evu. Eva síðan inn á teginn og það er Bryndís í dauðafæri og nær ekki að... Hún var dæmd rangstæð. Náði ekki að setja tanna í boltan hérna nógu mikið til að stýra þessu rammann. Fín pressa hérna á Skaganum. Það er erfitt að spila út úr þessu. Unnur fær boltan hér og hún fer í skotið. Það var frekar laust. Og varið. Komdu inn, hérna Fríða. Herra, Unnur. Er ég málið? Kæja brýtur af sér hérna. Slök sending hérna, Fríða stelur þessu, reynir síðan að þræða henni gegn fyrir Kæju en allt of fast. En Skagaliðið sjáum að það er pressa mjög ofalega á vellinum. Eflaust eitthvað sem við höfum eftir að sjá það gera í sumar. Það vantar lítið upp á. En einu sinni vinna Skagakonur boltan ofalega, Védís keyrði hérna niður og aukaspyrna dæmd. Lenti illa á öxlinni. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt.
Já, hún skellti sér bara bakinn. Þá aukaspyrnan. Sigrún Eva tekur alla jafna þessar spyrnur fyrir Ía. Hei, kom á, látum við að telja! Fyrir það hérna, lyftir þessu inn á Martein. Þetta er erfið bolti og Fríða hérna. Nær ekki að stýra þessu á markið. Það eru einhverjar 5 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Fín sending hérna upp vinstri kantinn. Þetta er vel lesið á Söndru. Staðsetti sig vel hérna, hirti þessa sendingu. Unnur, aftur inn á miðjuna, lyftir þessu ætlar að lyfta þessu inn fyrir vörðina, nær því ekki. Sjáum hversu margar gula treyjur eru hérna. Þetta er ágætlega leyst. Bryndís kemur þessu út af. Og Skagaliðið við það að ná boltanum hérna, mikil pressa og hún heldur áfram og Fríða vinnur innkast hérna framanlega á vellinum. Kemur kastið á Fríðu, þeir hreinsa þetta frá, ekki langt eins og það er. Bryndís á Sigrúnu, fær hann aftur. Bryndís á Fríðu og hotspyrna. Já, þetta, ég sammála Aroni hérna. Já, en samt Þá er það Fríða Halldórs sem að tekur hotspyrnuna. Snýrið inn á Martein niðri. Það er Grindvíkingar sem að komast í þetta. Fríða Halldórs auðvitað leikmaður ársins hjá meistaraflokki kvenna í fyrra. Bæði að mati dómnefndar stuðningsmanna og okkar á IA-TV. Og þarna er innkast sem að IA á. Fín pressaða á Grindvíkingum og allar að reyna að sækja hattirnum vinstra megin. Eva María hægir á þeim, vel gert. Fríða grinn í pressunni hérna. Fá engan frið þarna í eftirstu línu á Grindavík. Og Fríða vinnur boltann, Sigrún. Horfir hérna á, fær Unni Ír sem að ætlar að lyfta honum hérna inn fyrir á Fríðu sem að eldir af Skildurækni. Bjötís tilbaka, Anita aftur upp í hægra horni hérna á Evu. Hún hefur tíma í fyrirgjöfina og það er bara stóra hættulegt. Svífur, skýst í gegnum Martein og fram hjá stönginni.
Staðan ennþá 3-0. Og hér kemur fjórða markið, Fríða Halldórs upp úr engu. Þarna það pressan. Grindavík ætla að spila út úr þessu. Gekk erfiðlega. Sendingin tilbaka, afleit og Fríða komst þarna fram hjá markverðinum og sett henni í stöngin inn. Það var engin afgangur að því. Og þá flautað til hálfleiks. Staðan 4-0 hérna, það engin viðbótartími. Og þá tökum við okkur smá hlé og sjáum hvort við náum ekki eitthvað aðeins að tjasla upp á búnaðin hjá okkur ennþá meira, þannig að þetta verði aðeins svona notendavænna hérna í síðari hálfleik. Sjáum til ekki fara langt.
Jæja, þá þetta prest á aftur hérna, aðeins bætt í rigninguna. Hér, eflaust einhverjar breytingar. Sjáum það svona, mér sýnist Klara Kristins er komin hérna inn á, Selma Dögg eins hjá IA. Og eins hafa orðið markmannsskipti. Sýnist mér. Þetta Freyr komin í markið núna. Selma Dögg kemur hérna í hægri bakvörðinn. Veronika Líf kemur inn líka hérna hægra megin. Það þá sýnist mér fyrir Unni Ír. Og Klara kemur inn fyrir Jacqueline. Eða hvað? Nei, jú. Nú það IA sem sækir á móti vindinum. Það var einmitt, við vorum að rifja það upp hérna. Þetta Elinóra en það í markinu. Anita með slaka sending út á vörninni. Nei, þessi þetta var trú að redda þér. Róleg. Já, á síðasta á síðasta tímabili, sennilega bara síðast þegar þessi lið mættust í innkassadeildinni fyrra, þá einmitt komst IA 3-0 yfir, en Grindvíkingum tókst að jafna metin 3-3, hvað það var ekki 3-3 eða 3-0 í hálfleik. Þetta einhver meitt. Hæ Fríða. Já, ég sé að Hrafnhildur Arin komin líka inn á miðjuna. Eva kemur þessu frá, hann Bryndísi, hún á Veronika Líf, Veronika undir pressu, missir hann. Koma Grindvíkingar og það skot og það fyrsta mark Grindvíkinga. Fast skot utan teiks. Já. Grindvíkingar fá hérna smá glætu sjálfstraust með vindin í bakið. Það oft sem að það færir fólki von, hafa smá meðbyr. Hrafnhildur hefur væntanlega komið inn á fyrir, já, hverja? Ég
Sigrún Eva er hérna ennþá og Kaja. En Jacqueline Unnur Ír hún farið af velli og síðan já, Fríða er komin í vinstri bakvörðinn þannig að já, það er Sandra Ósk sem hefur farið af velli líka. Bryndís snýr en er aðþrengt þarna og Grindvíkingar búin að vinna boltan en búin að missa hann aftur. Védís Agla vinnur hann, kemur hann á Selmu. Selma finnur Veróniku. Hún tilbaka á Evu. Aðstæðurnar eru nú ekkert tipp-topp svo sem, en grasið fallegt eins og svo oft á þessum árstíma hérna á Akranesi. Ég mega nú eiga það. Kemur boltinn inn í áttina, teiknum Védís nær að taka niður. Heldur honum hérna tilbaka á Hrafnhildi. Finnur Kaju. Kaja nær að snúa fyrir í skotið en hún hefur verið rangstæð þarna. Sýndist það. Já, kemur pressan frá Skagakonum. Getur nú svarið að það var að rigna á mig hérna inn í blaðamannastúkunni líka. Það er lítið við því að gera. Inn í gang, þarna! Sigur, þetta er rétt, stoppa upp boltan! Það er skipulagður annar æfingaleikur meistaraflokks karla hérna á morgun gegn Víkingi Ólafsvík klukkan 2 og við ætlum að sjá hvort að tæknin leyfir okkur að sýna þann leik í beinni útsendingu líka. Og vonandi að sjálfsögðu verður veðrið örlítið skárra. Verónika farin hérna úr kastinu, nær ekki að koma honum á Samherja. Grindavík hreinsa frá. Eva María fyrst í boltan, kemur honum á Selmu. Svo Evu. Eva með tæpa sendingu hérna yfir ætlaða Anitu. Slögg móttakar Hrafnhildur vinnur boltan, kemur honum á Sigrúnu. Sigrún horfir upp, það eru hérna 4 á móti 4. Sigrún út á Veróniku. Verónika sendingi fyrir aftan Védísi. Pressa hjá Selmu hérna. Eva missir boltan á hættulegum stað. Anita kemur í pressuna. Elinóra var hérna framalega í markinu. Hún fær boltan hérna aftur. Kemur honum fyrir markið. Fríða í vandræðum. Elinóra út úr markinu. Næra komast fyrir þetta. Mikilvægt útlöp hjá henni. Sjáum hérna aðstæðunar. Þessi hreinsun átti að fara út af. Kaja sterk hérna. Kemur honum inn á miðuna á Bryndísi. Bryndís erfið fyrsta snerting eða slög. Næra að halda boltanum samt. Selma og Veróniku með fína snúning. Það er hún að halda þessi ná. Það gerir hún. Glæsilega gert en kloppinn telur ekki. Misti valda boltanum. Bryndís. Mikil barátta hérna. Kemur þessi sending upp í hornið. Þetta er vandinn við að spila með svona strekkingsvindi. Svona sendingar, það er erfitt að hafa nokkra stjórn á þeim. Nú er það Grindvíkingar sem að koma hátt á völlinn. Vita sem er að það er þolinmæðisverk að spila sig út á móti svona vindi. Það er ekkert svo auðvitað að losa hann
hátt og langt. Fríða hlaugsending beint á Grindvíking. Það ná ekki að halda boltanum. Hrafnhildur á Fríðu. Hún á Sigrúnu. Sigrún missir hann. Skiptast liðin á að hafa boltan. Fín pressa á Védísi. En boltinn út af. Hárbolti inn á miðri vörninni. Elinóra, ég nú ekki. Þarna held ég að sé verið að teygja sig svolítið í reglunum. Já, þetta ég ætla nú að leyfa mér að vera sammála þjálfurum Skagamanna núna. Þetta var allavega hæpin sending ef þetta var sending, en það óbein aukaspyrna engan síður, því ekkert að deila við dómaran. Hvaða tjók þetta? Biðja menn að gæta orða sinna samt hérna á hliðarlínunni. Þetta óbein, klári pressuna! Hei, Sigrún, þetta óbein pressið manni, sann? Já. Elinóra aftan! Þegar kemur fastur bolti, Sigrún að pressa þetta vel, boltinn aftur fyrir markið, þetta hreinsað frá. Þetta kjánar þessi dómi sem við síðast. Já, ég veit hún, það sá allir hvað hann var. Tækna leikmann, boltinn markmann, hann má taka höndum. Það bað ekki einstaklingur myndina verði. Boltinn inn á teiginn og það færi og það 4-2. Elinóra náði ekki að stoppa þetta. Þessi leikur ekkert búinn, gott fólk. Það bara greinilegt. Koma guðar áfram bara. Kannski allt í lagi að minna áhorfendur á YouTube á það, þó að við séum ekki með endursýninga. Já. Hvað maður að kalla það ekki, við erum alveg með endursýninga hæfileika en við erum ekki með möguleika á að sýna endursýningar akkurat í augnablikinu, en það alltaf hægt að spóla tilbaka og skoða aftur atvik sem að eiga sér stað, eins og til dæmis þennan aukaspyrnudóm og þetta mark og síðan með mjög auðvöldum hægt að komast aftur í beinu útsendinguna, þannig að draga sleðan alveg lengst til hægri, þannig að þetta ekki til að gera það. Pressa hjá Selmu þarna. En þetta öllu erfiðara fyrir Skagaliðið núna í síðari hálfleiknum. Grindavík að fá sjálfstraust. Veronika pressar, vinnur boltan, nær ekki að halda honum. Hrafnhildur síðan setur hann út fyrir. Boltinn beint á Bryndísi síðan með langan fram á Védísi, nær ekki að fleyta honum áfram á Samherja. Hendi dæmd á Grindavík. Nóg eftir þessum leik, munurinn 2 mörk. Anita, reynum að íta okkur strax upp, kom okkur ofar á vellinn. Katrín, fljótt! Hrafnhildur skilur hann eftir fyrir Selmu. Selma nær ekki að halda boltanum. Eva síðan á Selmu, Selma tilbaka á Elinóru.
Flug sending hjá Evu, boltinn síðan hérna inn að markinu, beint í fangi á Elínoru. Ekki nokkru vandræði með þetta. Eva aftur. Það var bara nákvæmlega eins og áðan. Það er miklu erfiðara hérna í seinna lögnum hjá Ía. Eva reynir að vinsa hérna fram og vinnur innkast. Já, það getur verið að reka þetta tilbaka. Védís Agla fær hérna höfuðhögg á ekki dæmt. En leikurinn stöðvaður. Já, hún lendi þarna í samstuði. Þá verður boltinn látinn falla. Ebba, hvað er? Ebba! Og heyrist Védís verður hérna að fara að velli. Grindavík pressar núna stíft. Þetta er erfið sending, að lesa þetta og koma síðan hérna í áttina tegnum, boltinn inn á tegin en þetta er hættulaust í fangið á Elínoru. Þegar rétt tæpur hálftími er eftir þessum leik. Kaja, Skagakonur núna einum færri þessa stundina. Koma Grindvíkingar. Koma hérna upp vinstra megin fyrirgjöfin en það vantar bara hlaupin inn á tegin, þær halda þó boltanum. Og síðan endar þetta í markspyrnu. Þá er skipting. Védís Agla Reynisdóttir að fara að velli. Ebba kemur inn á í hennar stað. Og önnur skipting heyrðist mér, það er líka hjá Grindavík, tvöföld skipting hjá þeim. Kaja kemur og sækir hann hérna á fremstu línu. Hrafnhildur reynir að setja hann upp í uppkantinn á Fríðu, tekst ekki. Og boltinn út fyrir. Ebba, slefa með þetta tilbaka, já. Þetta er erfitt. Og innkast sem að Grindavík á. Þá koma Skagakonur Sigrún. Sendi ekki fyrir aftan Selmu, þetta bjargast nú. Selma á Sigrúnu, Sigrún á Veroniku. Spila hérna nettan þrýðning. Selma síðan langur fram á Bryndísi. Bryndís á Hrafnhildi. Þetta er vel spilað. Bryndís tekur vel við honum hérna. Síðan sendingin upp í hornið en þetta lendir beint á varnarmanni Grindvíkinga. Finkurinn betra. Langur bolti hérna ætlaður. Ætli Karitas, hún pressar. Það ná að koma þessu frá og út af.
maður bakku upp Eva. Ebba í vinstra horninu, hótar fyrirgjöfinni, komin upp að endamörkum, setur hann svo fyrir, þeir ná að koma þessu frá en ekki langt Bryndís. Finnur ekki skotið, Sigrún finnur það eins og nánast. Boltinn hátt í loft upp og Grindvíkingar ná svo að koma þessu frá. Hrafnhildur Arney tekur hann niður fyrir Fríðu. Fríða síðan meðan háan inn á teig og út úr honum aftur. Það hreinsa frá Selma. Út til hægri og Veroníku, þetta öllu betra núna hjá IA þessa stundina. Sendingin fyrir aftan Kaju. Áfram! Já, Veroníka vinnur boltann tilbaka. Bryndís, Veroníka býður sig í hornið. Það ekki til boltans. María er undan í þennan bolta, sendingin tilbaka. Elinóra losar hann síðan eins langt og hún getur sem er ekki langt á móti þessum vindi. Sigrún snýr aftur á Selmu, Selma á Bryndísi. Þetta er erfitt hjá þeim. Selma vinnur boltan tilbaka á Evu. Hrafnhildur með stunguna og Ebba nær þessum bolta. Nálgast vítategin, reynir sendingu á Veroníku, tekst ekki. Og Grindavík hreinsar þetta langt fram. Nú er sendingin upp í vinstra hornið, Fríðan er að taka hann niður. Finnur Ebbu, missir hann langt frá sér. Gefur það ekki eftir, boltinn út á Bryndísi. Kaja, Bryndís aftur, þetta er vel spilað. Bryndís fyrir á hægri fótinn, tilbaka á Kaju. Kaja síðan inn á teginn. Ebba nær þessu. Finnur leitar af samherjum, Finnur Erlu Karitas. Hún leitar að skotinu, finnur það ekki, finnur Veroníku og síðan Hrafnhildi og þetta skot vel varið. Þetta var fínn spilkafli hérna hjá Skagaliðinu. Anna! María og Þorgerður, komið! Og í vændum heyrðist mér þreföld skipting hjá heimaliðinu. Veroníka tilbaka á Evu. Já, hún finnur Erlu Karitas sem hann leggur á stað. Selma með henni hérna. Sendingin ekki nóg góð. Selma gefur það ekki eftir. Og aukaspyrna dæmt. IA í vil. Hún bara þetta hérna hjá Selmu. Veroníka kemst nánast fram hjá tveimur hérna, þó ekki alveg. Selma fær hennar bolta beint á sig. Hún er Sigrúnu. Sigrún skýlir boltanu vel hérna. Tilbaka á Anitu. Eva. Nógan tíma núna, Grindavíkurliðið fallið tilbaka. Sendingin inn á teginn. Það er ná að koma þessu frá. Gestirnir ekki langt þó. Skagaliðið að ná að halda núna ágætispressu. Nýta, finnur Bryndísi, hún hefur tíma til að snúa. Finnur Selmu. Selma aftur upp í hornið á Bryndísi. Bryndís ætlaði að læða honum hann á Veroníku, tókst ekki.
Selma kastar þessu inn, Grindvíkingar ná að koma þessu frá. Það er tilbaka á Elinóru, Elinóra meðan í fyrsta á Evu Maríu, undir pressu og í á þetta innkast. Skipting. Fríða, Eva og Kaja að koma að velli. Og það er María Björk, Anna og Þorgerður sem að koma inn á. María Björk búin að þurfa að æfa einu upp á síkastið. Hún losnaði úr sóttkví bara í gær. Ja, nei, í dag segi ég. Nei, í gær. Og er ábyggilega frelsinu fegin. Og er komin hérna inn á Anna kemur bara inn í vörðina. Það er einhver taktískar breytingar held ég með þessu. Veronika kemst hérna framjá og hún er með Maríu Björk með sér hérna hægra vinstra megin. Var hún rángstað hérna, byrju hér er mikið samstuð, ekki dæmt. Sendingin ekki alveg nógu góð ef þetta var þá sending. Lentu þetta í samstuði María Björk og einn varnarmaður Grindvíkinga. Þá er skipting hjá Grindavík. Hún er meitt sýnist mér hérna eftir þetta samstuð. Berglind, eru klára? Og hún fer af velli. Selma á Veroniku, hún vinnur innkast. Veronika snögg að kasta það sinna á Ebbu hérna, hún var ekki nógu tilbúin. Misti af boltanum. Kemur langur bolti upp í vinstra hornið, Anita las þetta vel. Og Elinóra á hennu, fær boltan aftur. Síðan losar hann hérna út til vinstri. Finnur Þorgerði. Þorgerður á Sigrúnu. María. Með mannskap með sér hérna, en sendingin ekki nógu nákvæm. Sigrún á önnu. Anita fram á við á ætlaði Veroniku, ekki nógu nákvæmt. Nógu tími hérna fyrir Sigrún Evu að snúa, stingur þessu í áttina. Maríu Björk tekst ekki að koma boltanum á hana. Kemur langur bolti fram. En það er svona aðeins, finnst mér, dregið af Grindvíkingum þannig séð eftir frábæra byrjun í síðari hálfleik. Það var ekki náða að fylgja því nógu vel eftir. Þetta er vel gert hjá Þorgerði. Þorgerður enn með boltan. Kemur hún hérna fram á Maríu Björk sem að vinnur innkastið eða hvað. Nei, það er Grindavík sem á þetta innkast. Þá er skipting hjá Grindavík.
Það er ekki aukaspyrna dæmt þarna. Róleg. Spila bara Andi strax. Rétt rúmar 15 mínútur eftir. Staðan ennþá 4-2 eftir að IA leiddi 4-0 í hálfleik. Þetta kast siglir beint á Skagakonur og það er Veronika á Ebbu. Hún er ekki að taka með sér. Frábær barátta þarna, vel gert. Hrafnhildur Arín náði að stíga fyrir hana þarna, heyrði hann í boltan. Selma, já þetta er vel gert. Bryndís ætlar að losa hann upp í hægra hornið. Her sjáum við því. Selma á Ebbu sem að framlengjar hann á Veroníku. Hún er ekki að finna samherja. Síðan kemur langur bolti fram en þær virðast ekki hafa orkun í að eldast við þetta eða pressa eins hátt og þær gerðu hérna fyrsta korter í síðari hálfleik. Þorgerður, bollaróleg, miklu spretti, missir hann út af. Lilja, Ardís og Klara. Friðveig, komdu líka. Þá koma væntanlega afgangurinn af skiptingunum hjá IA. Kemur sendingin í gegn. Ebba í skotið, það er beint á markmanninn. Aftur á hana! Þá koma Grindvíkinga 4-4. Sendingin í gegn. Selma er á undan í þetta en rangstaða dæmt. Það leit ágætlega út þetta upplöp hjá þeim. Bryndís fær hann henni á Anítu. En sendingin var að Bryndís ekki góð. Beint út af. Koma gestirnir. Boltinn út til hægri. Boltinn síðan inn á teginn. Selma skallar þetta beint í Anítu. Nú kemur síðan út fyrir Anna, nú hefur nógan tíma. Anna aftur á Anítu. Aníta á Bryndísi. Sendingin á Selmu aðeins fyrir aftan hana. Hún var að halda þessu. Fyrir Ebbu sem hann er ekki að taka með sér. Þá er Bryndís, Aníta og Sigrún að koma að velli. Það er Klara, Ardís og Lilja að koma inn á. Og Klara kemur væntanlega bara inn í miðja vörnina. Fylla bara þessar stöður. Lilja, sterk hérna.
reynir að finna Maríu, þetta er fallegt hlaup, góð sending, nær ekki að taka bolta með sér þarna. Það sáum við henni. En sendingin og hlaupið pössuðu vel saman þarna. Það er Anna. Lilja, gerir þetta vel. Klara, yfir á hennu. Ebba, kemur á Veroniku. En þarna var sendingin ekki í samræmi við hlaupið hjá Maríu sem að bað boltan af krafti þarna. Koma Grindvíkingar. Ætla þær að reyna að ná að rétta sinn hlut örlítið meira. Sendingin slök hérna, Veronika vinnur boltan, nálar hérna 3 og 3. Þú þurfa að gera vel úr þessu, reynir kloppan, tekst ekki, en vinnur boltan tilbaka, en tapar hann aftur. Skrítin sending alltaf tilbaka. Þessi bolti fer ekki út af, Veronika heldur honum inn á, og hann vinnur síðan innkastið. Víaliði búið að vinna boltan aftur, Selma á Veroniku. Veronika með fyrirgjöfina. María tekur hlaupið á nægstöngina en nær ekki að stýra svo markið. Fín fyrirgjöf þarna hjá Veroniku. Og hlaupið gott hjá Maríu en það vantaði bara afgreiðsluna. Klara á Hrafnhildi aftur á Klöru. Boltinn út til vinstri. Þorgerður tilbaka á Klöru. Anna beint á mótherja, Ardís í baráttunni, missir af boltanum. Kemur sendingin í gegn, en Þorgerður á undan, eða hvað? Nei, hún gaf eftir hérna. Anna nær að halda þess inn á. Já, Ía hefur leik í innkassodeildinni samkvæmt, við erum búin að ná að grafa þetta upp hérna gegn Víkingi Reykjavík 19. júní á útivelli. Fyrsti heimaleikur þeirra er 27. júní á móti Gróttu. Ebba sendingin ekki nákvæm. Þá er markmannsskipti hjá Ía. Friðmey kemur inn á fyrir Elínoru. Eins skipta Grindvíkingar leikmann. Sex mínútur eftir, ég stór ef að það verði viðbóta tími hérna.
Myndi allir verði bara fegnir að komast í heita sturtu þetta föstudagskvöldið eins og það er nú alltaf gott veður á Akranesi. Þá gefur þessi leikur enga veginn rétta mynd af svona hinu hefðbundna veðurfari hérna á Skipaskaga. Það er helst í kringum beinar sjónvarpsútsendingar sem að þetta gerist. Einhverju hluta vegna. Hann fekk nú Þorgeir að vara frjálslega með hendurnar en ekkert dæmt. Lilja og Ebbu. Ebba inn á miðina á Veronikku. Veronikka síðan reynistungu sendingunni upp í vinstra hornið á Maríu. Það er lesið af vörninni. Grindvíkingar spila út til vinstri. Sendingin beint á Hrafnhildi sem að finnur síðan Maríu Björk en hún er ekki að taka með sér. Ardís skattar hennar síðan út fyrir 4 mínútur eftir. Það var að skapast hætta hjá marki Ía en það ná að koma sér frá en ekki eins langt og var ætluðu. Boltinn inn á teginn aftur. Þetta er hreinsa frá. Ebba vinnur boltan. Kemur hérna á ferðinni og með Veronikku með sig fyrir framan hægra megin og í gegnum miðja vörnina á Veronikku Líf. Veronikka fer í skotið. Það er framhjá. Var þetta varið? Nei. Eða hvað? Nei, engin hornspyrna. Fínt upphlaup hérna hjá Ía. 3 mínútur eftir. María Björk vinnur boltan. Kemur honum á Hrafnhildi. Hrafnhildur á Selmu. Hún á Veronikku. Fær hann aftur. Selma síðan upp í hornið á Veronikku. Kemur boltan fyrir markið. María við það að ná valda boltanum, tókst ekki. Brot dæmt. Síðan hérna á Lilju sýndist mér. Margir góðir hlutir að birtast hérna varðandi heimaliðið. Þráttur í þessi 2 mörk sem þær hafa fengið á sig hérna í upphafi síðari hálfleiks og þá áttu þær fyrri hálfleikin alveg með húð og hári og hafa náð að vinna sig vel inn í að stjórna síðari hálfleiknum eftir spræka byrjun Grindvíkinga. Kemur langur bolti. Grindavík ennþá með boltan en missa hann frá sér. Lítið eftir að leikna. Já, nákvæmlega. Þetta er svo drófið. Það er sýnt í sekund. Rólega, kottu bara með hann. Anna, hæpsending, Ardís tilbaka á Klöru sem að losar hann síðan langt hérna. Lilja nær að koma honum áfram á Maríu. María heldur þessi inn á. Hún lítur upp, sér Hrafnhildi inn á miðinni. Hrafnhildur áfram á Selmu. Selma reynir sinna að lyfta þessu inn á teginn. Lilja ger fyrst í boltan, nær að snúa það hvað. Nei, hún er ná að loka hann af.
og sendi ekki tilbaka á Hrafnhildi, ekki nógu góð Veronika. Kemur hún hins vegar á Hrafnhildi. Selma fram hjá einni, komin í fyrirgefa stöðu hérna, kemur með boltan fyrir marki. Þar er María að ráðast á en nær ekki að taka með sér. Fínt spil hérna, það er rétt hálf mínúta eftir af þessum leik. Kemur langur bolti fram. Klara eldir en þetta leikur tilbaka á Friðmey. Friðmey á Klöru. Þrjár í uppbótartíma, já hérna. Já. Það er tími fyrir eitt mark í viðbót. Hérna kemur fín sending Veronika út á Hrafnhildi. Hrafnhildur fyrir fram í einni, finnur Veronika aftur. Þetta er mjög þröngt þarna. Það er ná að verjast. En ná ekki að spila boltanum almennilega út. Friðmey á Klöru. Klara finnur Þorgerði, Þorgerður á Lilju. Reynir að komast fram í einni, tekst ekki. Klara síðan á Arndísi. Nær ekki að halda boltanum. Veronika hjálpar í pressunni. Þá er skipting. Síðasta skiptingin hjá Grindavík. Já, það er ekki frá því að það sé bara bæta í vindin ef ekkert en hitt. Og rigningin lætur sitt ekki eftir liggja. Kemur hár bolti inn að markinu, skýst framhjá. Þá ætti að vera 1 mínúta eftir af þessum uppgefna eða ekki uppgefna uppbótartíma. Friðmey spilar þetta bara stutt á Klöru. Já, nú bætir hressilega í rigninguna. Og ég siti hérna inni, þá finn ég fyrir henni hérna í gegnum rifu. Ber hann eitthvað tilbaka á Þorgerði en boltinn síðan út af. Áður en að þessu líkur í okkur núna að minni ég á aftur leik IA og Víkings Ólafsvíkur hérna á morgun, en þá er kannski síðasta tækifæri Grindvíkinga hér. Friðmey ver þetta til hliðar. Þær halda boltanum, boltinn aftur fyrir markið. Anna skallar þetta upp í loftið og hann fer aftur fyrir. Það er þá allavega ein hornspyrna eftir í viðbót hérna, þrátt fyrir að uppbótartíminn sé búinn. Skildum við fá mark hérna í blálokkin. Já, ég ætla að minna á að leikur klukkan 2 á morgun í að Víkingur Ólafsvík hérna, Vesturlandslagur í undirbúningstímabili fyrir Íslandsmót. Kemur boltinn inn á teginn, Ardís við það ná að hreinsa þetta frá, kemur síðan skot, Friðmey ver þetta vel og heldur honum síðan og þá er flauta til leiksloka. Ég ætla ekki að orðleggja þetta mikið. Fínn 4-2 sigur hérna við erfiðar aðstæður hjá heimaliðinu. IA var 4-0 yfir í hálfleik, 2 mörk frá Fríðu Halldórsdóttur og 1 frá Söndru Ósk og síðan var það stólið úr mér hver skoraði 4. markið, en við þökkum ykkur fyrir að fylgja okkur hérna og ég ætla að leyfa mér að þakka og hrósa Snorra
Kristlefsinni myndatökumanni fyrir hetjuleg störf í dag við erfiðar aðstæður og ég þakka honum kærlega fyrir samstarfið. Við sjáumst á morgun þegar að IA tekur á móti Víkingi frá Ólafsvík. En þangað til þá bara bið ég ykkur vel að lifa